Já, og þarna rétt áðan sáuð þið svolítið af því sem að við sáum fyrir viku síðan í Kulusuk á Grænlandi og fínt viðtal við hann Leif hjá íslenskum fjallaleiðsögumönnum og þau eru eins og kom fram í viðtalinu við hann að kenna krökkum í Kulusuk fjallaklifur. En það er ekki bara fjallaklifur, það er líka skákinn. Og Hrafn Jökulsson, forseti skákfélagsins Hróksins, hefur verið þarna, ég get nú bara að leyfa mér að segja langt árabil, þekkir vel Kulusuk þorpið og hvernig lífið hefur þróast þar og hvað Hrókurinn hefur getað gert fyrir börnin þar og kannski bara samfélagið allt. En Hrafn, velkomin. Takk fyrir. Þið byrjuðuð reyndar í Suður-Grænlandi, Hrókurinn. Þið stigu fyrst fætið þar. Já, við komum fyrst til Grænlands sumarið 2003 og þá ætluðum við nú bara að kynna skákina fyrir grænlendingum því við höfum komist að því okkur til mikillar skelfingar að skák var næstum óþekkt á Grænlandi. Við fórum og slóum upp miklu alþjóðlegu móti í Qaqortoq sem að er á hinum gömlu norrænu slóðum á Suður-Grænlandi og allt öðruvísi samfélag núna þar heldur en í Kulusuk eins og þú kynntist. Bæði miklu sunnar, það er miklu stærri bær og í miklu betri tengslum við svona vestur Grænland, því að austur Grænland er alveg sérstakur heimur. Já, er það ekki? Suður-Grænland, þar er sauðfé á beit og miklu grænna og... Það eru íslensk ætta rollur upp grænar hlíðar. Já, og mildara og... Miklu mildara. Og já, Grænland er eiginlega nokkrir ólíkir heimar. En eftir það var einmitt á Suður-Grænlandi í lok á stórglæsilegu móti sem var haldið þar. Við fórum út með milli 60 og 70 manna sendinefnd, stórmeistara frá 10 löndum og blaðamenn og skólafólk og krakka og við bara féllum fyrir Grænlandi og við vildum halda þessu starfi áfram og mér minnir að það hafi verið Reynir Traustason sem hefur nú verið mikið á Grænlandi sem að sagði við mig að ég hefði ekki kynnst Grænlandi fyrir en ég hefði komið til austur Grænlands og þangað lá leiðin árið eftir og við vorum með mikla hátíð þá í Tasiilaq sem er stóri bærinn. Það er nú ekki nema svona klukkutíma sigling frá Kulusuk. Já, mér skilst þú farir í þyrlu á korterinn annast. Já, minna jafnvel. Minna, já. Já, svona til þess að draga upp ósýnilegt landakort af Austur-Grænlandi. Þá er svona klasi af þorpum, þar sem að Kulusuk er eitt af 5 litlum þorpum og svo Tasiilaq, stóri bærinn, 2000 manns þar og á þessu svæði samtals búa svona 3000 manns rúmlega. Svo þarftu að fara 1000 kílómetra af eyðifjörðum og ísbreiðum þangað til þú kemur upp í Scoresbysund. Þar er eitt lítið þorp, einangraðasta þorp á norðurslóðum. Það heitir Ittoqqortomi. Og ég skal hlýða þér yfir þetta á eftir, hvernig þú segir það. Takk fyrir það. Og það er í Scoresbysundi. Já. Og það er sem sagt langt í norðri og einangraðasta þorp á Grænlandi. Og þangað höfum við farið alla páska núna síðustu 11 árin og verið með miklar og skemmtilegar hátíðir. En sem sagt á öllu Austur-Grænlandi þá eru íbúar innan við 4000. Já. Og það eru fáir sem átta sig á því kannski að þetta er sérstök þjóð. Þetta er önnur þjóð en byggir Grænland á öðru leyti. Það er reyndar ein lítil þjóð til viðbótar á vesturströndinni, mjög norðarlega, þetta heitir Thule. Já, akkurat. Grænland er náttúrulega, það er stærsta eyja í heimi talað og hafa nú kannski aðeins verið að rífast við Ástrala hvor eyjan sé stærri. En síðan er byggilegt á 20%. Já, varla það. Og mér skilst að það sem er byggilegt sé jafn stórt og Svíþjóð samt. Já, Grænland er svo feiknastórt. Það er 2 milljónir ferkilometra og vel það. Já. Sem sagt 20 sinnum stærra en Ísland. Og 47.000 íbúar. Já, tæplega 60.000 reyndar en af þeim eru svona 8-9.000 danir. Þannig að já, ætli grænlendingar sé ekki rétt 50.000 sem sagt innfæddir. Já. Og þeir skiptast í þessar 3 þjóðir og Austur-Grænlendingar eru sérstök þjóð, tala sérstakt tungumál. Krakkarnir í Kulusuk
fá hins vegar kennslubækur á vesturgrænlensku sem gjörólíkt tungumál og þurfa að byrja á því þegar þau byrja í skólanum, að læra nýtt tungumál og í mörgum tilvikum eru kennararnir þeirra danskir sem að skilja hvorugt málið. Þannig að þetta eitt af þeim málum sem að eru í ólestri af því að það ekki til ennþá ritmál fyrir austurgrænlenskuna. Já, við hefum heyrt einmitt af þessu undanfarið að því það opinbera tungumálið þetta sem kemur vestanmegin frá. Já. Og hinir eiga þá bara aðlega sig að því einhvern veginn og verða þá út undan. Já, en að því að nú fyrsti skóladagurinn hjá okkur, hjá velflestum börnum, þá getum við ímyndað okkur hvernig það væri fyrir þau að koma fyrsta skóladaginn og fá kennslubækur á hollensku og síðan danska kennara. Munurinn svona mikill á milli mállýska? Hann mjög mikill. Já. Þetta ekki mállýskur, þetta sitthvort málið. Þetta sitthvort tungumálið, já, einmitt. Ég held að Leifur hefði komið einmitt inn á það í viðtalinu áðan. En ég ætla að fara aftur til 2003. Þið farið til Suður-Grænlands fyrst, Hrókurinn. Stórt mót, fjöldi manns sem að þið fáið með ykkur. Hvernig tókst ykkur að taka fyrsta skrefi með svona meiri háttar brag? Með því að setja þetta ekki upp í Excel fyrirfram. Fór allir á hausinn? Allir borguðu fyrir sig? Já, nei. Við bara gerum þetta þannig í Hróknum að hvert verkefni fyrir sig, við skipuleggjum það og við fengum ótal aðila, einstaklinga, hið opinbera fyrirtæki til liðs við okkur og til þess að gera þetta að veruleika. Nú það sem að auðvitað réði úrslitum var að Flugfélag Íslands var með okkur í þessu frá upphafi og við höfum starfað með þeim núna í 13 ár. Það passar. Við höfum farið á þessum 13 árum vel yfir 50 sinnum, ekki alltaf með 50-60 manns. Stundum förum við að vetrarlagi og þá eru 2 til 6 leiðangursmenn, eitthvað svoleiðis og við heimsækjum litlu þorpin. Nú við erum líka farnir að vinna mikið í Nuuk, höfuðborginni sem hinum megin við jökulinn, það að sjá vesturströndinni. Og við höfum komist alla leið, það lengst í norður, Uppbernavík sem kallaður gleymdi bærinn á Grænlandi, 1200 manna þorp, óralangt í norðri á vesturströndinni. Þið eruð að fara allar öfgarnar og á milli? Já, á Grænlandi. Okkar markmið eru auðvitað að heimsækja allar byggðir á Grænlandi og helst hvert einasta þorp. Þetta magnað. Og þetta okkar ástríða og köllun og við Róbert Lagermann, félagi minn, skákmeistari og varaforsetur Hróksins sem hefur staðið í þessu frá upphafi. Við lifum fyrir þetta og auðvitað mörg verkefni Hróksins hérna heima líka sem okkur kær. En þetta bara köllun og það hafa verið mikil forréttindi fyrir okkur í Hróknum að fá að kynnast Grænlandi og grænlensku samfélagi í gegnum þetta starf. Því að við höfum eignast vini út allt, börn og fullorðna og fólk allstaðar að og við leggjum okkur fram við að rækta þau tengsl því að við lítum svo á að Íslendingar séu heppnasta þjóð í heimi þegar kemur að nágrönnum og ekki bara landið sjálft, heldur líka fólki sem býr þar. Já, ég get tekið undir það. Ég var svo upplýsið það nú bara, ég var í rúman sólarhring í Kulusuk og tala nú eins og engin annar hafi farið þarna áður en að því að maður verður svo snortinn og maður hittir krakkana og þau eru eitthvað svo opin og falleg að maður fer heim miklu ríkari. En það sem ég ætla að spyrja það samt Rafn áttar þið á því hverju þið hafi skilað til samfélagsins, barnanna og fólksins með skákinni? Hafa þau til dæmis haldið áfram að tefla eftir þið farið? Er þetta einhver svona samfella? Hvernig sérðu það svona á 13. og 14. árinu? Markmið okkar, eða eitt af megin markmiðum okkar með okkar starfi þarna og hérna heima, að skapa gleðistundir. Við lítum á okkur sem svona eins konar virkjun sem framleiðir ekki kílóvattstundir heldur gleðistundir. Og úr þessum gleðistundum spretta síðan góðar minningar. Austurgrænland, ef við höldum okkur við það sérstaklega, þarf mjög á því að halda að þar sé eitthvað jákvætt og skemmtilegt að gerast, eitthvað uppbyggilegt. Því að þarna mikið atvinnuleysi, mikil einangrun, hjá mörgum
svona ákveðið vonleysi hvað varðar framtíðina. Sum af þessum litlu þorpum eiga mjög undir högg að sækja. Það er íbúum að fækka, eins og í Kulusuk. En við... Og ísinn að bráðna. Og ísinn að bráðna. Já. Það, ef þú hefur komið á örlitla og fallega byggðarsafni í Kulusuk, þá hefur þú getað séð kajakinn hans Nóa, þar sem er búið að raða upp dýrunum af norðurslóðum. Nói að bjarga ísbirninum og rostungnum og refnum og þeim félögum öllum. Þannig að það er ein vá sem að þeim steðjar. Við í hróknum getum því miður ekki stjórnað loftslagi á jörðinni, en við getum kannski haft örlítil jákvæð áhrif á það að það sé eitthvað skemmtilegt að gerast þarna. Okkar markmið er ekki fyrst og fremst að finna einhverja afreksmenn eða snillinga, heldur að koma og halda hátíð. Það sem allir fá verðlaun og allir eru með og úrslit eru algjört aukaatriði. Nú, í gegnum þetta höfum við líka tengst og sumpart komið á stað öðrum svona samfélagsverkefnum sem að hafa undið upp á sig. Eins og upp í Skórisbísundi fyrir 2 árum barst okkur beiðni þaðan frá foreldri úr skólanum, hvort við getum sendt kannski örlítið af fötum þarna upp eftir. Þannig að við ætluðum að setja af stað svona 2 vikna verkefni eða svo og senda nokkra kassa af fötum. Nú 2 árum síðar erum við ennþá að og búnir með hjálp góðra vina hjá mörgum flutningsfyrirtækjum eins og flugfélaginu og Norðursiglingu og fleirum. Erum við búin að senda út fyrn af fötum, ekki bara þarna upp eftir, heldur til fleiri þorpa og bæja og athvarfa. Og nú erum við líka byrjaðir að senda út fyrir athvarf fyrir heimilislausa og einstæðinga í Núk. Við höfum haft aðstöðu núna í 2 ár hérna í pakkhúsinu við höfnina. Henni risastóru vöruskemmu Brims, þar er núna pakkhús Hróksins. Við höfum fengið það húsnæði endurgjaldslaust í 2 ár. Guðmundur í Brim hélt að við værum að koma inn í 2 vikur en hann hefur... Losnaði hann ekki við ykkur? Nei, og hann hefur ekkert gert tilraun til þess. Tilraun til þess, hann veit kannski ekki að þið farið. En það stutt okkur af alefli, er sjálfur í útgerð á Grænlandi eins og margir íslenskir útgerðarmenn. Já, það er alveg og þar komum við kannski einu að það sem við viljum gera er líka auka tengslin á milli Grænlands og Íslands á sem flestum sviðum. Já, það er nefnilega sem ég kannski getum haft að lokum þegar tíminn er að renna út hrafn er að þessi tengsl eru náttúrulega svo furðulega lítil miðað við hvað stutt á milli. Maður flýgur nú til dags þegar maður tæpa 2 tíma 1,5, jafnvel, í nýrri vél skils mér. En hvað er hægt að gera? Það er dýrt fyrir einstaklinga að fljúga þangað. Já, en þetta er mikið að breytast með samskipti Íslands og Grænlands. Þegar við byrjuðum 2003 þá var varla nokkur maður á Íslandi að hugsa Grænland. Enda var andrúmsloftið í þjóðfélaginu þannig kannski líka. Þetta hefur mikið breyst. Það er ekki okkur að þakka en við höfum hins vegar reynt að stuðla að tengslum, ekki bara í gegnum skákina heldur margt annað. Og núna eru mörg íslensk fyrirtæki sem að eiga í viðskiptum við Grænland. Það eru félagasamtök, það eru einstaklingar, það eru miklir möguleikar á samvinnu á svo mörgum sviðum. Mér finnst að þríeykið hér í Norður-Atlantshafi, Grænland og Ísland og Færeyjar eiga stór auka samvinnu sína á sem flestum sviðum. Við eigum að líta á þetta sem bara sérstaka heimsálfu á landakortinu. Við köllum hana Norður-Eyjaálfu. Norður-Eyjaálfu, en síðan er það þá varðandi auðlindirnar þarna, glittir ekki eitthvað kapphlaup þær, norðurslóðir? Já, það var mikil bóla í gangi fyrir nokkrum misserum því að Grænland auðvitað þrátt fyrir að þar sé fátækt á mörgum heimilum þá er Grænland sjálft auðugt land. Já, mjög svo. Þar eru miklir málmar í jörðu og líklega olía og slíkt en þar ber að stíga mjög varlega til jarðar. Og Grænlendingar sjálfur eru sér mjög meðvitaðir það og þeir eru ennþá því miður mjög háðir Dönum með fjárframlög. En Grænland á mjög bjarta framtíð og ég held að eftir svona 50 ár eða svo, hvort sem við lifum það nú eða ekki að sjá það,
þá verði Grænland ekki bara sjálfstætt ríki, heldur öflugt og gott land þar sem að þetta yndislega fólk sem Grænlendingar eru að ráða sér sjálfir eins og þeir eiga auðvitað að gera. Og þá held ég að við verðum ennþá heppnari með nágranna því að Grænlendingar, þeir líta á okkur sem bestu vini sína. Gott að heyra. Hrafn Jökulsson, við getum reynt að sitja hérna í allan dag og tala Grænland og Grænlendinga. En þú ert forseti skákfélagsins Hróksins sem á fermingaraldri núna. Takk kærlega fyrir komin. Já, við erum komnir yfir bílprófsaldur. Nú þið eru, já, en ég að meina Grænlandsferðirnar, já, þú komst akandi. Já, við höldum, ég kom akandi, sko. Já, en það er góður punktur. Við skulum halda fermingarveislu í tilefni af þessu 13 ára afmæli starfs okkar á Grænlandi. Já, takk Hrafn.